María Kristmundsdóttir er ein þeirra sem hefur verið í starfsmannahópi álversins frá upphafi en áður starfa á einnig hjá Bechtel, byggingaverktaka Alcoa. María er tölvunarfræðingur að mennt og hóf störf sem sérfræðingur í tölvustýringum og upplýsingakerfum hjá Fjarðaáli árið 2006. Ég var stödd á Krít þegar ég fekk símtal frá svona konu sem talaði mér svona dönskum hreim, íslensku með dönsku skotna íslensku og hún sagði mér það að eftir 2 vikur þyrfti ég að fara til Kanada og það kom í ljós að svona megnið af árinu sem eftir kom var ferðir til og frá Kanada þar sem við vorum að taka á móti hugbúnaðarkerfum og innstýringum sem að stýra þessu álveri. Eftir 3 ár fór María í mastersnám í verkefnastjórnum meðfram vinnunni. Fljótlega eftir útskrift fékk hún þá starf í áreiðanleikateymi og eftir 2 ár þar fór hún yfir í framleiðsluþróunarteymi þar sem hún er enn. Þannig að ég er búin að koma við í 4 störfum á þessu svæði og 3 hjá Alcoa. Og þetta er allt sem búið að vera bara eitt stórt ævintýri. Maður er alltaf að kynnast nýju fólki og maður er alltaf að læra eitthvað nýtt. Maður er alltaf með nýju og krefjandi verkefni sem er afskaplega jákvætt. Það er vissulega stefna fyrirtækisins að leyfa fólki að þróast í starfi og fá að dafna út frá sínum hæfileikum. Ég held að það sé óhætt að segja það og ég held að við fáum það flest hér hjá Fjarðaáli að nýta hæfileik okkar til góðs á hverjum degi. María hefur verið formaður jafnréttisnefndar Fjarðaáls síðastliðin 3 ár og í því starfi tekið þátt í vaktkerfisbreytingum sem felur í sér að hver vakt er nú 8 tímar í stað 12. Á þessum árum þá erum við búin að auka hlutfall kvenna, mestmegnis vegna þess að við breytum vaktakerfi og okkur gengur vel núna að manna, eða betur að manna með jöfnu hlutfalli karla og kvenna, eða jafnara hlutfalli. Þannig ég held að við séum núna í 25% hlutfalli kvenna hjá Fjarðaáli sem er afskaplega jákvætt. Hluti af því að reka jafnréttisstefnu hjá fyrirtækinu er að reka líka jafnlaunakerfi. Og þetta jafnlaunakerfi hlaut vottun velferðarráðuneytisins núna fyrr á þessu ári og það er mjög jákvætt að við skulum vera komin á þann stað og við gefum líka reglulega út hlutfall launa kvenna af launum karla í samfélagsskýrslunni okkar á sjálfbærni.is, þannig að við erum alltaf að vinna í þessum málum og alltaf að reyna að upplýsa fólk hvernig gengur hjá okkur. En er eitthvað atvik eftirminnilegra en annað á starfsferli Maríu innan fyrirtækisins? Ég held að það sé kannski þegar við lentum í brunanum á Afrili. Við vorum kölluð út og einu skilaboðin sem við fengum voru eiginlega bara það er bruni í álverinu og þegar ég kom keyrandi að álverinu þá stóðu logarnir upp fyrir Kerskálann og vel það. Og það er alltaf svona svakalegt atriði að vera búin að byggja upp þetta allt og kannski var það bara farið með einum bruna og fá svo að takast á við það verkefni og byggja það upp og sjá það allt saman reddast. Það var virkilega gefandi og sér í raun og þá sér maður hvað mikið þetta fólk sem hér starfar getur áorkað. Það var virkilega gaman að sjá.